Og mér langar bara til að byrja því að bjóða því velkomin, Ragnar. Gaman að fá þig til okkar. Og þið sem að hér sitið, gestir okkar í dag. Við erum í samkomu takmörkunum ennþá. Það eru 50 manna hámark og við ákváðum í rauninni að við myndum taka þá upp þetta spjall okkar og koma því út á netið eftir einhverja daga eða vikur. Þannig að það er því svona aðgengilegt fleirum. En það sem að við erum náttúrulega, þegar við setjum svona sýningar eins og bara almennt þykir í dag, að þá er mjög gaman að geta gengið þar með listamönnum, með okkar samtíma listamönnum og svona farið það sem að er verið að ræða sýningun. Oft eru þetta listamenn sem að koma sjálfir. Í dag þá erum við með verkið hér niðri og það myndi skemma held ég upplifuna, betra að vera hér og þá bjóða ykkur eftir að fara niður í salin og skoða verkið ef þið eru ekki þegar búin af því. En ég heiti Harpa Þórsdóttir og er safnstjóri Listasafns Íslands og þið þekkið auðvitað öll Ragnar Kjartansson, fæddur 1976, Reykvíkingur. Er eitthvað sem þú getur sagt okkur svona þig, bara svona eins og maður segir stundum þegar að svona þín helstu áhugamál og svona eru þau svona aðeins til að brjóta áður við byrjum að ég var rekast í verkinu? Ég var skiptinum í Svíþjóð og áhugamál mitt er að vera smali. Já. En það er svona í alvörun áhugamál sko, ég fyrir einu svona árið að smala. Þá maður er alltaf árið að undirbúa það að smala til þess að vera sér ekki til skammar. Og ertu þá að smala sauðfé? Já. Og er það ákveðin tækni eða ertu alltaf að bæta því í smjölun eða hvernig? Já, þetta er bara, þetta er náttúrulega bara skilja fjallið, skilja sauðkindina, skilja þá sem eru öskra á manni í talstöðinni. En er ekki þannig að sauðkindin er að koma niður, hún vill sjálf koma til þín eða er það ekki, Í sumum tilfellum, já. En svona, já. Og hefurðu lent í einhverjum svona hrakningum í þinni smalamennsku eða er þetta allt bara eins og rómantík? Nei, ég hef ekki lent í neinum hrakningum, sko. Þetta er bara svona... Mér finnst þetta sko að smala er eitthvað... Ég fattaði hvað það er eitthvað brjálæðislega magnað eiginlega í gegnum því að hugsa myndlistrón í horn. Ég er bara eitthvað, maður er að taka þátt í einhverju svona 1000 ára koreografíu. Ég er að fara sömu leið og einhver er búin að fara í 1000 ár eftir þessu fjalli til þess að reka einhverja kindur úr einhverjum dal. Og mér varst það bara smá það svona já, ég held að þetta er bara eins og Ronny Horn gerði þetta mjög myndlistalegur upplifun að smala. Já. Þetta er áhugavert. Þetta er eitthvað sem ég vissi ekki þig, Ragnar. Nei, þú spurðir, ég kom bara með. Já, og ég vissum að ég sé kannski smalan fyrir mér sko að í öðru ljósu við kannski koma því síðar. Þegar við svona ræðum því sem svona samstarfsmann. En ein spurning bara af því að þú vart að lýsa þessum með smalamennskuna. Já. Hvað þurfa smalar í dag að hrópa eða hvers konar, hvernig fer smölun fram? Þegar þú talar talstöðar þarf ekki að hrópa á sauðfé eða? Smölun hefur sko, smölun var alltaf gangandi fram að svona aldamótunum 1900, þá fóru hestarnir að koma inn sko, koma ótrúlega seint inn í smölun, hestar. Það bara ekki fyrir 1900 og síðan svona upp úr 1990 fara fjórhjólin að koma sterk inn. Þau eru eiginlega búin að taka þetta yfir nema svona, það er alltaf kannski einhverjum svæðum eru hestar. Og það eru fjórhjól og það eru talstöðar og maður er bara eitthvað, maður er með talstöð og það er einhver ógeðslega töff gæl á fjórhjóli að segja mann að sækja einhverja rollutussu inn í eitthvað gil. Og bara, orðbragðið er svo geggjað að því þetta eru einhverja svalar píur á fjórhjólum. þannig að þessi svona gamla hugmyndum, kallinn með sixpensaran á hesti er einhvern veginn langt í burtu frá, og það drekkur engin brennivín, drekka allir Opal og Topaz, svona, og já, mér finnst þetta, það er líka komið mjög skemmtilega hvað sko að smala er, bæði sko eitthvað svona niður aldana og svo er þetta bara svona brjálæðislega nútímalegt sko. Þetta er orðið svona
þetta er orðið þetta er orðið mjög breytt. Já, en það er Sem betur fer. Já, sneitt rómantíkin finnst mér, eða það er bæði orðbragð og Hvað segir, er það? Sneitt rómantík. Ég held að hafa alltaf verið ljótt orðbragð í smölun. Og þú veist, það er tengt líka ástin á söðukendinni. Þetta er svona, það er talað, þú veist, það er bæði talað fallega og ljótt, sko, en ef það er óhlýðnast, ef þú veist, ef er eitthvað vesinn á þeim, þá er það kallað ljótum nöfnum, en það er líka borin mikil virðing fyrir þeim sem er vesinn á, sko. Þessi fórustu sauðir og aðrir sem að þarna eru. En það er allavega, ég held við séum búin að hita þessu rattböndin og æfa okkur með mikrofóni núna til að kannski tala þessum efni dagsins. Þessa sýningu, nú þetta er eitt verk sem við erum að sýna, Sumarnótt, Death is Elsewhere, báðir sterkir titlar, sterk heiti, á verki sem að er ekki verið að frumsýna hér hjá okkur en þó verið að sýna í fyrsta skipti í Íslandi. Mér langar kannski aðeins að þú segir okkur svona frá tilurð verksins bara í stuttu máli. Tilurð þessa verks er í rauninni samstarf mitt við Gyðu og Kristínu og Bræs og Aron, þau sem eru í verkinu. Þau eru öll vinir mínir og samstarfsmenn úr fyrri verkum. Ég bara, þú veist, þetta er svona fólk sem ég unni með og þú veist, mikil vinátta hefur bara myndast í kringum brall, þú veist, svona listabrall hjá mér og þeim og svo framvegis. Og síðan þetta og síðan kom þessi hugmyndum að gera eitthvað saman með þeim fjórum. Það var að því að Aron Dessner, hann var að skipuleggja tónlistarhátíð í Eau Claire í Wisconsin og hann og Justin Vernon sem er forsprakki sveitarinnar Bon Iver og þetta var svona og Aron og Bryce sem eru í verkinu eru mjög skemmtilegir tónlistamenn og bara svona lífskunstnerar í því að þeir eru í þessum popbransa alveg á fullu með eða svona Aron er komin djúpt í popbransan, hann er núna að vinna með Taylor Swift alltaf og og þeir hafa verið forsprakar hljómsveitarinnar National en þeir í staðis að fara eitthvað verða leiðir á endurtekningu rockstjörnulífsins þar sem allt er eins og alltaf í sömu rútunni að fara á sömu festivalin eða þú veist þá búið þið bara til eitthvað nýtt og skemmtilegt og það er alltaf bara svona það er bara alltaf mjög kreatív frábær orka í kringu það þau langar alltaf að challengea sér og þetta Eau Claire hátíð hún var, þú veist, það voru svona klassísk svona tónlistamenn upp á sviði og svo voru svona alls konar gjörningar og vittleysa inn í skóginum þannig kring og þeir báðu mig að gera eitthvað verk eftir ég hafði verið að vinna með þeim í verki sem heitir A Lot of Sorrow og þá sögðu bara þau máttu bara nota okkur eða hvert sem er á popurunum og bara gerum eitthvað og þá fekk ég það langaði mig svo að búa til hljómsveit með Aron og Bryce sem eru tvíburar og svo Kristín og Gyðu sem eru tvíburar sem ég þekkiðu öll vel og ég held að þetta væri svona $1 million hugmynd að vera með ABBA með tvíburum og við hittumst einmitt bara þeir komu til Íslands og þar voru á Íslandi fyrir og við sömdum fullt af lögum bara hinum megin heima hjá mér á Tjarnargötunni móti og þetta var svona þetta var eitthvað svona söngbolkur sem við gerðum og svo voru tónleikarnir þannig að þetta var bara alltaf par sem var að labba yfir svið svona svolítið eins og í Mary Poppins það var svona málu leikmynd og þau labba svona maður og kona yfir sviðið syngjandi með gítar og svo leið þau fara út af sviðinu þá birtast þau aftur þetta var svona tvíburadrykk og bara maður svona hvernig fóru þau að vera svona fljót og þetta var bara svona þú veist það var bara endurtekin koreografía í þú veist þetta voru mjög skrýtnir tónleikar og mér fannst þetta bara eitthvað ótrúlega skemmtilegt samstarf og áhugavert og þá svo allt inn datt þessi hugmyndunum í hausinn á mér að mér langaði að gera vídeóverk úr þessu og einu lagi sem við höfum gert sem var aðalega eitthvað texta eftir Robert Lux sem Fluxus ljóðskáld og þetta er eitthvað svona collage eftir Robert Lux og
svo bókum Bastian Ader og þýðing Ann Carsons og Sappho textin í þessu lagi, en við vorum öll svolítið hrifin af þessu lagi, það var svona algjörlega hringlaga þetta lag, maður vissi aldrei hvernig það byrjaði að endaði, og það langaði mig að búa til, svo fékk ég allir bara þessu hugmynd, mér langaði að gera vídeóverk sem væri bara svona, þú veist, þessi hugmynd þarna með það sem þau, þú veist, bara þessi svona furðulega tvíburorka, en það væri bara svona hringlaga vídeó þar sem þau eru alltaf að ganga í hring á okkur svona túni, og ég hugsaði mjög mikið þyrfti að vera svona tún eins og í áningu Jón Stefánssonar sem er stóra málverki á Hótel Holti sem er svona, Ég ætla að sýna ykkur það. já, sem er svona Suðurland eitthvað. Úps. Þetta verk þetta er náttúrulega íslenska listasagan og hangir hérna aðeins fyrir ofan okkur á Hótel Holti. Já, en Ragnar, þú þannig að í rauninni þá, hvar varst þú þegar tónleikarnir voru? Þegar þau gengu yfir sviðið? Ert þú leikstjórinn þá? Já, ég var svona leikstjóri svona, ég og Ingibjörg, kona mín, voru svona, þú veist, eitthvað leikstýri og bralla og þetta var ógeðslega gaman og þú veist, svo kom elding og eyðilaði, þú veist, mixerinn og alla græðunar og þetta var bara algjört rock'n'roll, sko. Já, ég hefði svona tilfinning að það sé ekkert sem að, sko, stundum tala maður við myndlistamennum að þau séu mistækir. Ég einhvern veginn ímynda mér það sé ekki til í þinni orðabók að vera mistækur. Þetta er allt svona örlega tengt, eða hvað? Þetta er allt örlega tengt, en verkin eru vissulega mistæk, en sko, þú veist, en mér finnst verkin hjá mér fylgja alltaf rosalega mikið í lífinu, sko. Það er bara eitthvað sem kemur upp og þú svo verður verk úr því, þannig að svona, mér finnst það mjög skemmtilegt að verkin eru nánast svona, já, þau fylgja örlögunum einhvern veginn. Já, en þarna mitt, þú færði þessa hugmynd, sem sagt, tónlistin er til og þú ákveður að færa þig yfir í sjörása verk, vídeó, upptöku og færð hópið með þér 2017 eða ekki? Já. En samt ertu í rauninni ekki að, það er enginn að biðja þig þetta, það er ekkert safna óska eftir sýningu. Nei. Þú veist, er það bara svona, þú veist, við þurfum aðeins að klára þetta, ég þarf að ná þessum hringleik eða þessu ABBA eða þú veist, hvernig, ég meina þetta er, sko, við kannski komum að því en það eru gríðarlegar kröfur við uppsetningu á verkinu sem er alltaf farið að fylgja þegar svona verk er settu. Þetta er mér finnst mjög gaman að gera verk sem að eru ekki hátæknilegi eðli sínu. Þú veist, þetta er bara mjög einföld hugmynd að það er bara, þau bara labba í hringi, þessi tvíburapör og þú verður á tilfinningunni að þetta sé sama fólkið, þessi hverju með við þig. En svo bara, þú veist, er tæknin við að gera það bara mjög flókin. Og ég, þú veist, vinn með frábæru fólki í því að framkvæma þessi verk. Og þú veist, tæknilega vinnan er, þú veist, það var mjög mikið Tómas Tómasson, kumtökumaður og Chris McDonald, hljóðupptökumaður, sem ásamt Huldari Frey gerði hljóðið í þessu, eða tók það upp. Og þeir sátu svolítið svona uppi með hinn tæknilega hausverk. Og bara, þú veist, og þannig hefur okkar samstarf verið dálítið, þú veist, að eins og bara Tómas, sko, í byrjun þegar ég var að gera verk sem voru, þú veist, í einhverjum, sem að var, þú veist, ég byrjaði sko að gera verk, svona löng vídeóverk, byrjaði ég að nota, það var svo þægilegt, það voru alltaf bara svona DV-spólur, bara svona cirka 60 mínútur. Það bara gerði ég alltaf verk sem voru jafn löng spólunni. Og svo fór ég að, svo fór Tommi að segja mig bara, heyrðu, þú getur að gera miklu, þú veist, lengri verk og þú veist, að breyta, þú veist, að vídeóformatið, þú veist, er búið að vera að taka, þú veist, ótrúlega miklum breytingum meðan ég hef verið að vinna í vídeólistinni og bara, þú veist, og það hefur verið rosalega mikið í bara svona samtali við, þú veist, við samstarfsmann eins og Tómas. Já. Hvernig er hægt að, þú veist, og bara við kynntumst í gegnum það að hann var, þú veist, að vinna í Latabæ og þú veist, þú veist, Tommi tók upp Latabæ, þannig að þið sjáu það smá svona Latabæ að lukka á þessu. og þú veist, þannig að sko,
Hann tók með upp líka heimsljós. Já, og Visitors og alls konar verk Og Visitors, já. Þannig að hann örlega valdur líka í þínu, þess að þú bara væntanlega hann þekkir þínar. Já, hann bara, það þetta, eins og bara, þegar ég að byrja að gera þessi verk, þá bara, þá bara hitti ég, Tomma og hann að vinna í Latabæ og hann bara, já, við getum bara redda Latabæ til að taka upp verk. Þá erum við bara eftir að það búið að vera að taka upp hérna Sólu styrðu, þá bara, og ljósin slökkt, þá leiddust við hann á nóttunni og tókum upp vídeóverk. Þannig að Latabær og Magnús Geving mjög mikið örlagavaldur í mínu lífi. Það greinilegt og ég held að þetta séu svona, þetta upplýsingar sem maður náttúrulega fær ekki þegar maður situr og skrifar háflegan texta þig og þín verk, en algjörlega nauðsynlegt. En þetta rosa mikið þessi svona sena, mín verk mjög oft svona tengt því að mér bara eins og það svo ótrúlega hvað hægt að gera bara með því að spjalla við fólk og spyrja hvort einhver sé til í eitthvað og og það svo í rauninni það eitthvað sem að við búum mikið að hér það þessi hérna það allir þessi krókódílar sem eru gerðir Já, þú ert að tala svona ákveðna samhjálp. Já, það er svona samhjálp með listinni á Íslandi sem að gera það verkum að maður getur gert ótrúlegustu hluti Það stundur tala hún sé meiri meðal tónlistamanna heldur meðal myndlistamanna og ég tók eftir í grein í þessari bók sem var sýningin í Stuttgart fyrir 2 árum þegar að verki var sýnt öðru sinni, Death is Elsewhere, þetta var fjöldi verka á þessari stóru sýningu og þá var Death is Elsewhere sýnt eftir að Metropolitan hafði sýnt það fyrst að í greinin hennar ég ætla nú að finna hennar Ann býtum við hvað ég var nú það skiptir ekki svo sem öllum máli ég kem með það en sem að skrifa þig sem í rauninni Ann-Katrín Segler sem hæfileikasafnara collector of skills og ástæðan fyrir ég nefni þetta núna að þú færð hópinn á sumarnóttu til að taka upp á kaldri sumarnóttu. Þú kemur fram uppálega með þessi stóru verk, þessar þolraunir, þessi endurance eins og við kallum það. Og svo smátt breytist það þannig að það er ekki bara þú sjálfur sem ert að framkvæma, heldur smátt og smátt ert þú eiginlega horfin á sjónasviðinu og við sjáum þig sem leikstjóra eða svona leikstýringarmann og stjórnanda. Hvernig tekst þér að fá þetta fólk aftur og aftur til liðsviði þegar við vitum að í rauninni þú ert farin að færa þess að þolraunir á þeirra og nú er svona aðeins að afhjúpa það að þegar að þetta verk að tekið upp, þetta var held ég kaldasta sumarnóttin. Það var ógeðslega kalt. Já, 2017. Já. Og þau eru bara beinlínis að frjósa og það er svona spurning hvort að gítarleikararnir geta haldið þetta út 70 mínútur. En hvað töframaður ertu að fá fólk aftur og aftur með þér? Þú var Davíð með þér í píanógjörninga og Tómas Örn í kvikmyndatökurnar og alla þessar leikar og allt þetta. Bara eins og Kristín, við erum búin að vera að vinna saman bara í endalaust það er bara ætla að sé ekki ég var að gera svona hluti fyrst sjálfur og svo mikið, þá gerði ég hreifst svo mikið í listaskóla af bara Marino Abramovic og Chris Burden og þessari hugmyndum endurance gjörninga, þolrauna gjörninga, þegar mér fannst það bara svo fyndið eitthvað hvað þetta var eitthvað íþróttalegt og hetjulegt en samt var ég alltaf að hugsa bara, er þetta ekki bara eins og lífið sjálft, bara, já, ég sat í svona stól í, marga klukktíma, bara, er það ekki bara eins og að sitja, þegar maður er að passa pósthólfin á póstinum, það er svona manneski sem situr þar endalaust, bara, ég fór að hugsa svo mikið bara raunverulega vinnu og endurance og bara rútínu. Já, og bara alltaf einhvern veginn, en þau bendi einhvern veginn, þau gerðu þetta hetjulegt og mér fannst þetta svo áhugavert og þannig ég fór að vinna svona gjörninga sjálfur svo bara að því að mér fannst svo geðvægt að gera það og ótrúlega gaman að vinna það sjálfur að ég bara þá fer ég að þóra að spyrja aðra að því að
þú veist, ég vissi að hérna að þú veist, ég er ekki byggðið fólk eitthvað ömurlegt, þú veist, það eins og sko þú veist, bara hérna þú veist hérna, Marina Abramovic sagði einhvern tímann, don't tell anyone I look at these performances as holiday. Þetta bara, En þú veist það bara sadismi í þessu. Nei, það sem gerist þegar þú ferð inn í, ég meina þetta bara svona grundvöllur allra trúarbragða og þú veist, alls að, þú veist, með að endurtaka eitthvað, veri fastur, þú veist, vera bara, ef við erum bara föst í einni situasjón, í einhvern tíma, þá bara gleymum við raunveruleikanum, gleymum lífinu, sem lífið alltaf, við erum alltaf hvað gerist næst, þetta gerist næst, við erum alltaf að plana hlutina og þú veist, við erum í svo rosalega sko línulegri frásögn alltaf í lífinu, en þú veist, það að gera svona gjörning eða fara í klaustur, það kúplar mann út frá því, og það var eins og Matt Beringer sem er söngvarinn í The National lýsti sko eftir að við gerðum A Lot of Sorrow sem voru að syngja sama lagið þeirra Sorrow í 6 klukkutíma bara á tónleikum. Hann sagði bara ég hef aldrei gert eitthvað í lífinu nema að sofa, þess að ég gerir bara sama hlutin í 6 klukkutíma. Það er geðveikt. Bara svona algjör frelsun. Þannig að þú veist, þess vegna held ég að þú veist að fólk sé og bara þú veist, það er bara gaman að bralla og þú veist, og verkinu er rosa mikið líka bara alltaf þú veist já, ég bara þú veist, bara finnst bara ógeðslega gaman að vinna með fólki og bara einhvern veginn þá hefur það bara þú veist, ég bara með þannig að ég er að mála þá þarf ég bara að ringi ykkur bara, getur þú hjálpað mér hvernig ég á að gera þetta en hvað, þetta er svona kannski mesta, það er svona komin ákveðin skilgreining á sko kannski þína málara aksjón sem í rauninni svona performatív málaralist sem er nú kannski það sem við vitum að sko málararnir þegar þeir fóru að færa sig undir Bertloft og mála undir impressionistarnir sem er okkur svona gænt að tala í því samhengi að það hafi þá verið performatív málaralist og að þú sért í rauninni svo bara framhald af því. Já, ég held líka sko, ég held að sé sko allt einhver svona þú veist, að því ég er alltaf alin upp af leikhúsfólki og þú veist, hefur alltaf elskað myndlist og verið mikið í kringum myndlistamenn, afi minn var myndlistamæður og maður bara, ég man alltaf eftir þessu, þú veist, að svona alltaf tala fólk í leikhúsinu sem tilgerðarlegt og það er alltaf að þykjast og meðan einhver motherfucker er bara að mála eitthvað drasl og segist ekki vera að þykjast. Mér fannst það bara ósamfærandi að þú veist, þegar maður er að gera myndlist er maður alltaf í þessu þykjast ástandi eða þú veist bara, mér finnst sköpun vera svo mikið að þykjast og það er alltaf, mér finnst svo áhugavert alltaf en maður verður alltaf að vera sannur, þið veit þetta er endalaus bara sálrænt konflikt, þegar maður er bara þú veist, hvort að maður sé að þykjast eða hvort maður sé að gera hlutin í alvörunni og mér fannst það bara svona, þú veist, ég held ég hafi byrjað að gera þessi málverk svolítið svona sem eitthvað svona viðbragð við því að málverkið sé alltaf satt og að þú veist og lokar, þú veist, og hérna þessna þú veist en mér finnst bara það sem gerir verkin hans Kjarvals og geggjuð að þú veist, það er bara alltaf þessar sögur hann að vera, þú veist, ótrúlega eitthvað, þú veist hérna, ég segi ekki tilgerðarlegur eða bara svona rugludallalegur og þú veist, og bara í kringum fólk og þú veist, leigubílstjórar og allt þetta í kringum þessi landslagsmálverk sko, einhvern veginn gjörningurinn hans í kringum það, finnst mér hlaða verkin svo mikið, ég líti alltaf á það svo mikið, sko málverk Kjarvals sem svo mikið, sko eitthvað resultat úr, þú veist, þessum stóra performance sem var Jóhannes Sveinsson Kjarval, þú veist. Já, í rauninni að hann bara sem svona sérvitringur svona og já, og líka ég held að hann hafi líka búið til sína sko þessa persónu sjálfan sig sko til þess bara að lifa af, þú veist, í samfélagi sem var bara eitthvað, ertu málari?
þá breytur þér í einhvern mikka mús bara til þess að lifa af sko. En Ragnar, þú ert kannski dálítið svona að afhjúpa þennan leyndardóm það að þú ert þá í rauninni 2 manneskjur eða hvað? Ertu listamaður Ragnar eða ertu allan tíman þessi performatífi maður? Þetta stór spurning, Harpa. Já, nú er ég að því að ég er búin að lesa aðeins svo mikið, stundum er bara betra að sleppa því og ég var dálítið hrifin af greininnar hann Segler, að því að hún mitt, og Eva Hæsler hefur líka skrifað þig í bókum íslenska listamenn, þar sem hún talar þetta þetta tvíeðli sem að listamann getur verið. Þegar þú ferð að skoða verkin hans, þá ferð að skoða, þú þekkir upprunans, þú til dæmis hér, við erum lítið samfélag, við þekkjum öll sögu hvers annars, tengjumst oft og vitum aðeins meira heldur en kannski milljónasamfélag vita næsta mann, að þetta flækist alltaf fyrir þegar maður sér til þessu verk eins og ég og móðir mín sem að þú ert búin að gera reglulega sem sagt svona væntanlega komið 4. upptakan. Þeir komið orðna 5. Já. Fórstu flýttu eitthvað tíma? Nei, það bara eitthvað, ég skildi ekki, þetta er eitthvað svona starffræði með tíman. Ég er búin að gera þetta síðan 2000 og mann finnst þess að ég verið 4 en þau eru 5. Þetta er bara, ég skil ekki alveg starffræðina, þetta er á 5 ára fresti. Ég get útskipt fyrir ykkur árið 2000 þá gerir Ragnar þetta merkilega, þetta er samstarfsverkefni með móðinni, Guðrún Ásmundsdóttur, leikkonu, og er alveg óbúslega brútalt verk. En ekki síst fyrir það að þarna eru móður og sonur sem að standi saman í ykkar þögn, en svo gerist ákveðið sem að svona afvopnar dálítið ykkar samband og okkar kannski skynjun á svona maður ímynd sér, er það því hún er leikkona eða er það því hann er leikara sonur sem að þau eru þú færð þessa hugmynd og allt það sem við vitum í rauninni því sem ég kannski segja það búið ekki búin að segja hún hrækir á mig ég vildi ekki segja það er svo brútalt þetta verk er náttúrulega forvitnilegt af því að og ég er dálítið forvitin að bara nota tækifæri núna og spyrja hvernig verður þetta verk til? Hvernig þú og móðin sammælist það að fara í þennan gjörning? Verkið verður til þegar ég var í myndlistarskólanum að þá var hollenskur vídeólistamaður sem er alveg frábær kunstnær sem heitir Arnold Mík og þetta var í kurs hjá honum og hann gerir mjög flott svona dálítið brútalverk og ég var rosalega hrifin af og hef alltaf verið mjög hrifin af af rosalega af hvað kalla segir maður brútal på íslensk? Brútalismi arkitekturinn er farin að taka brútalismin er alveg skelfilegur arkitektur ég var alltaf hrifist á svona ruddasuddaverkum bara eins og Marinu Abramovic og svo eins og Paul McCarthy og svo svo gerir Arnold Mík svona dálítið sjokkerandi verk og Gillian Wearing líka var ofboðslega hrifin af henni í myndlistarskólanum og það er mjög mikið af henni í mínum verkum og ég bara vildi gera verk til þess að bara til þess að þóknast kennaranum og hvernig og það er náttúrulega bara svo ógeðslega fyndið við að vera í listaskóla bara, maður er að gera eitthvað hræðilegt til þess að þóknast kennaranum og það er mjög skemmt, það er svo frábær raun og þá fekk ég þá bara að fatta þá hafði ég mér hrifist mjög að verki eftir Gillian Wearing þar sem að móðir er að berja dóttur sína en þá fær hún 2 leikkonur til þess að leika þetta er bara svona áðbóðslega óþægilegt verk en maður veit þetta eru leikkonur og ég smá svona bara stál þessu verki nema mér fannst svo fyndið tvist að mamma er leikona og ég er ykkur gosi en samt erum við móður og sonur í alvörunni og það var að vinna með þetta bara, og þess vegna baði hann að gera þetta vídeo þar sem hún hrækt á mig og svo var ég svo heppinn að Arnold Mík sér þetta verk og hann er svona
hann er svona gjafmildur kennari, þú veist, hann nennir að kritisera, að hann sagði bara, þú veist, því miður bara þetta verk ekki að virka, því að, þú veist, maður sér að mamma henni að þykjast. Þú veist, þetta ekki alvörunni brútal. Þú sér það að mamma henni bara eitthvað flissandi að hrækja á þig. Þannig að þetta verður ekki svona óhuggulegt eins og það á að vera. Og það að hann sagði þetta, það hann kom þessu í hugsun, bara opnaði bara eitthvað gátt í hausnum á mér fyrir því sem ég hef síðan bara alltaf verið að gera. Það að vinna með þennan, það sem í alvörunni og það sem ekki í alvörunni. Bara eins og í vídeóinu niðri, þú veist, þetta bara fáránlegt tilgerðilegt rögl þegar að labba í hringi og syngja og spila og gítar miðanótt og þetta bara svona rosa vesen og bara það rosalega raunveruleiki í, þú veist, tilgerðinni. En samt þau að spila og gítar og syngja í alvörunni og gefa performance í þetta. Mér finnst þessi svona, þú veist, bara þessar tvær hliðar á því að, þú veist, hlutin séu raunverulegir og tilgerðilegir og grín og alvara og svo framvegis, að það var bara að því sem að, þú veist, var listi mín. Þú veist, þetta er bara svona gott dæmi hvað góði kennarar skipta rosalega miklu máli. Einhver sem nennir að segja manni það sem hann finnst. Og þó það sé endilega, það sem honum fannst var kannski ekki endilega, þú veist, rétt, eða þú veist, það sem var, hans kritik það sem gott við verkið. En hún opnaði hausinn á mér, fyrir bara því sem ég hef gert síðan í myndlistinni. En svo verið svo heppin, ég hitti fyrir og gætt bara, þú veist, þakka hann fyrir mig. Þakka hann fyrir. En þannig að þessar 5 útgáfur, þetta sequence, breytist það mikið þá eða ég hef ekki séð? Nei, þetta breytist ekki mikið. Nei. Við bara verðum eldri. Og þú veist. Hún alltaf til í þetta. Hún alltaf til í þetta og bara fyrst þegar við gerðum þetta þá bara að því hún alltaf leikkona og þykir vænt þú veist, og mér það oft líka áverst, þú veist, það eru svona í þessu svona listaskólu umhverju þá eru sumir sem eiga, þú veist, foreldrar sem eru svona mjög styðjandi og svo, þú veist, aðra sem brjótast áfram og eru listamenn þrátt fyrir allt mótlætið. Mér ber alltaf mjög mikla virðingu fyrir þeim en ég svona þessi típa, þú veist, sem áttu svona foreldrar sem voru bara já og þú veist, það var þetta bara, þú veist, mér langar að gera svona verkefni sem þú hrækir á mig, já, elskan mín bara ef þið langar að gera, ef það eitthvað svona töff í myndlistinni, það er ekkert mál og ég man alveg bara, hún spurði hvernig á þetta að vera, Ragnar minn, er þetta þannig að þú hrækir á mig eða ég hræki á þig? Það var svona Já, en þetta er gaman aðeins og ég veit að við getum spjallað alveg endalaust og kannski mitt aðeins bara að leyfa þér að svona flæða af því að þú ert sögumaður. Það er samt eitthvað sem einkenni verkiðin sem dálítið sérstakt og þú segir þetta verkið niðri bara fáránlegt og það er það sem til dæmis er ekki sammerkt með leikhúsinu og það er þetta ris sem við þekkjum náttúrulega í öllum sögum, smásögum, jafnvel í ljóðum en þú ert alltaf í þessari látið og þú lýstir því á þannig að lífið bara eins og einhver lína. Hvað með svona frásögnina í verkunum þín? Ég held ég alltaf bara heillast af því að koma fram þú veist, sem leikari eða sem tónlistarmaður og fannst alltaf svolítið heftandi þetta að þú þarft alltaf að koma fram sem það að gera dadara skemmtun að það krefst alltaf einhverja svona narratífra frásagnar þú veist bara svo að gera tónleika þá er bara því ég búið með þetta lag þá kemur hitt lagið og svo undir lokin gerum við kraftmikla lagið og þið veitir bara þú veist ég maður bara eftir þessu þú veist svo bara í leikhúsinu þegar maður var alltaf að horfa á æfingar og það var þú veist það var bara einhver sena æfða aftur og aftur og hún var svo heillandi fyrir ímyndunaraflið svo sá maður sýninguna sem var bara svona með miðju endi og ég man bara eftir sjokkin að læra ég fikk svona 2 sjokk í menntakerfinu það var þegar maður sjálf sá litahringinn fattaði hvað var til fáir litir og svo þegar þú veist það var bara já, allar sögur, allt í heiminum með upp af miðju endi og bara mér fannst það svo bara eitthvað innilokandi tilfinning og þess vegna hef ég bara gert verk sem að
svo bara þess vegna ég held að þú veist, ég alin upp í sko í hinum ég alin upp í showbusiness og bara þú veist, þú var alltaf í hljómsveitum og í leikhúsi en ég bara heillaði svo á myndlistinni þessu bara frelsi myndlistaverka þú veist, bara málverk bara þarna það bara það sem á fletinum og það bara kjurt og það segir ótrúlega margt hvort þú horfir á það í 10 sekúndur eða hvort þú gónir á það í þú veist, marga klukkutíma það er alltaf eins og líka bara þú veist, það að listin sko lokar þig ekki inni þú veist, ef það þú veist, á tónleikum eða leikhús þá bara svona lokast hurðunar og þú átt að setja og þú átt að upplifa og ef þú upplifir ekki þá er þetta mistök þú veist að mér finnst frelsi myndlistarinnar svo geggjað þetta að áhorfandinn hefur svo þú veist hann getur alltaf að labba út og inn þegar hann vill og þarf ekki að gefa sér allan tíma en bara þú veist það að þú veist bara eins og ég finnst rosa gaman að fara á listasöfn með honum Guðmundur Gotti hann bara hleypur alltaf í gegn bara ógeðslega hratt stoppar ekki við í verkin þannig að maður verður aldrei svona listasöfn þreyttur maður bara en samt fara verkin inn í heilan sko og svo finnst mér geggjað að fara bara eins og einn vinur minn James hann bara fór einu sinni með mig bara á Metropolitan safnið í New York bara nú skulum við koma í eftirmiðdaginn og fara að horfa á uppskýruna eftir Bruegel og við bara sátum og vorum bara að horfa á þetta Bruegel málverk í klukkutíma það var geðveikt líka sko þannig að þú veist, myndlistin gefur þetta frelsi og ég bara verið að reyna að koma þú veist, þessu svona performatífa í það form í verkum mínum Þannig rauninni eins og þú segir sko, þú ert búin að koma þessu statíska málverki á hreyfingu Já. Og frásögnin eins og þú segir, hún kannski það þannig að þetta dáleiðandi Já. Þú veist, við sáum það í Visitorsverkinu, við sjáum það í verkinu Guð, við sjáum það í þessum tónlistarverkum að þá þessi bara jafna lína nánast. Ég dáleiðandi eða ekki sko. Svo finnst mér líka svo gegn þegar fólk sko sem áhorfendur bara sér í gegnum þetta. Það er líka alltaf mjög frískandi. Já, hvernig sér það? Getur þú listi þegar eitthvað kemur og segja, já Ragnar, þarna hafður okkur nú aldeilis að hverju? Nei, ekkert að fíbli, bara eitthvað svona, þú veist, þetta hefur ekki dáleiðandi áhrif á þig. Og þá ertu í rauninni að bara afbyggja verkið, bara í heilanum. Það bara þetta einhvern veginn tilgerðarlegt, óþægilegt, eða þú veist, skiptir ekki máli. Og það líka svo geggjað. Þetta hvað skiptir máli? Ekki neitt. Og að þú veist, svona eitthvað svona, þú veist, já, það eitthvað svona mjög mikill, ég elska svona eitthvað níhilisma í viðhorfum til áhorfenda, þegar að því náttúrulega aftur maður komin af því að vera alveg upp í leikhúsi það sem bara, fáum ekki fólk til að gráta í fjóra þetta misefnað. Og þetta svo ógeðslega, þú veist, kvikmyndir og leikhús, þetta svo manipulatív listform. Það bara eitthvað, þú verður að hafa tilfinning að þú sé verkið mitt. En þá, þú ert í rauninni að segja að það hafi þá kannski ekki endilega áhrif á því, endurgjöf fólks, eða... Jú, að sjálfsögðu, eða, sem sagt, hún ekki hún getur verið á svo marga vegu og það í rauninni allt skiptir máli. Já, algjörlega allt skiptir máli og þetta sama við þú veist... Neikvæðinni, jákvæðinni... Já. Og sama við þú veist, bara eins og gagnrýni að þú veist að ég hef alltaf verið tekið eftir því þegar maður fær svona, þú veist, vonda gagnrýni þegar maður á eitthvað bömmur, góð gagnrýni við mákslega hæ, en sko vondi gagnrýnin er alltaf að segja manni það sem að maður sjálfur veit að er slemt í verkinu og góði gagnrýnin er að segja það sem að maður vonar að það sé í verkinu. Já, þetta góður punktur. Það dálítið þannig sko. En að því við vorum að tala þú veist, þú málar alltaf og það núna til sýnis á Kjarvalsstöðum hluti úr seríunni Eldborgar, það ekki? Nei, Eldhraun seríunni segi sem ég með Eldhraun frá 2018-19 og þarna ferðu sjálfur út í veturinn og málar
og að því vorum að tala aðan performatíva málaran, hérna sjáum við Ragnar í hérna aksjón, þetta mjög Ég hef náttúrulega, þú veist, kraftgalan sem að Kjarval hafði ekki. Nei, en þú lætur þig hafa það Þetta er mjög þægilegra, sko. Já, en þetta í rauninni það sem að þú hérna, þetta þolraun líka. Þetta ekkert þolraun. Eða þú veist, mér finnst það svo skemmtilegt þetta með þolraun og sko, þú veist, og það líka það sem heitla mig svo við, þú veist, við gjörningalistinu, sko, að þú veist, og það var eitthvað sem, þú veist, Marina Abramovic sko vildi alltaf gera, þú veist, að því hún alin upp í einhverju svona, þú veist, kommunísku, hérna, þú veist, pappinar og mamma voru einhverja fucking stríðshetjur, sko, og þú veist, henni langaði einhvern veginn að vinna með þetta hetjulega, og hún gera það, sko, mjög. Mér finnst alltaf, sko, þú veist, fólk smá miskilja Marina Abramovic, mér finnst hún alltaf viðbjóðslega fyndin listamaður, sko. Því hún afbyggir líka dálítið þú veist, hugmyndinu hetjuna, sko. Og þetta hetjulega, bara talar alltaf hetjulega performansa. En hún veit alveg að, þú veist, þetta bara eins og hverjum vinna að setja og horfa í augun á einhverjum í mánuð. Vitnar í frægan gjörning. Já. Og þú veist, þannig að þú veist, bara eitthvað að fara að mála eitthvað málverk þó að sé vont veður, þú veist, bara hvað eru margir að, þú veist, járnabinda í vondu veðri, þú veist, eða passa krakka á leikskóla í vondu veðri. En þetta samt aksjón sem hluti af söguverkana í rauninni. Já. Það verður það alltaf. Og það þú veist, eitthvað svona fetisismi sem er mjög skemmtilegu, sko. Bara, já, þetta alveg list, hann var hann í kraftgala og bara kalt. Og þið veit, þetta eins og bara alltaf að tala myndirnar hans Rags, það bara eitthvað, var rosalega kalt þegar hann tók þessa mynd. Mér finnst þetta alltaf svolítið fyndið og sko, þú veist hvað við svona viljum hetju gera, þú veist, það að gera verkið. Og þú veist, ég tek alveg, þú veist, ég tek svona bæði og þátt í því, sko, mér finnst það skemmtilegt, sko. En þú, hetju gerir, við erum að tala alltaf í þessum orðum sem að hérna maður rekst á aftur og þetta þegar maður skoðar verkin og hefur rauninni fylgst með þér og það þessi rómantíka, þessi húmor fyrir þessu, hvað maður segja, þessum aumingja dálítið, þú veist, þú tekur heimsljós og segir þetta er bara mín biblía og gerir stórt verk. Hún algjörlega mín biblía, þú veist, meðalmennsku listamannin sem að þrái fegurðina og þú veist. En enda rauninni með ósköpum og. Enda bara með, þú veist, ef þú þrái bara fegurðina þá bara, þú veist, þá verður bara pervert og fremur sjálfsmorð. Við veitum það all. Og þú sagðir það nýlega í viðtali með verki hérna niðri, dauðin annar staðar eða sumarnótt eða verki selsfer, að það væri rauninni allt í þessu verki sem að þú svona elskar og þú ert búin að nefna Abramovic, þú ert búin að nefna Lags, þú ert búin að nefna í rauninni líka ládauðuna, málverkið og allt. Þessi verk eru svona opaslega stór og flókin í rauninni, flókin í uppsetningu, það náttúrulega ber lítið á því hér að það svo vel heppnað. Það minnst alltaf sko gaman að það verk eru flókin og vesen en lítið út fyrir að vera ekki neitt vesen. Þetta hérna dæmi með, þú veist, Bolshoi ballerínuna sem að bara, þetta bara eitthvað viðbjóðslegt ofbeldi og sorg og hryllingur og svo bara ertu svífur í loftinu. Minnst það svo geggjað. Þessi tvíræðri líka sko, af því að þú ert að taka upp verkið á þeim stað sem náttúrulega urðu já, hvað maður að segja, náttúruhamfarir fyrir 240 árum. Eldhraun alltaf svo geggjað fyrir bara. En það búið ofan að það bara komið gróðurlag, auðvitað sést hraunum mjög víða, það mjög tilkomið en ekki kannski það sem að þú ert að taka upp. Sko, þetta tún sem við erum að taka upp á, það bara við hraunið, þannig að þetta síðasti parturinn af gamlu. Þetta bara það sem að Jón stóð bara Þetta hinum megin við. Nú, þannig að þetta er sko síðasti parturinn af sveitinni eins og leit út áður en þessi risastóri hafragrautur frá Laga kom og. Já. En svo erum við alltaf með gósið á Reykjanesi, við erum sífellt mynd á það, þetta er bara hluti af okkar umhverfi. En mér langar að spyrja það því að þú veist þetta stórvirki, sko, þú málar þess á milli, ferðu til náttúruna málar, þú gerir storyboard hreinlega fyrir flókin verk og ert að vinna núna að verki sem að verður sýnt eftir örfáar
vikur í Moskvu. Já, svona gjörningur sem fer á stað í september. Já. Og ert þú þáttakandi eða er það algjörlega þú ert leikstjóri eða? Þá ég sko, hún Ása Helga Hjörleifsdóttir, kvikmyndagerðarmaður, leikstjórinn að verkefninu. Það ég fekk hana með mér því að við erum að fara að endurgera sápuóperuna Santa Barbara á rússnesku. Og þetta sko nýtt listasafn í Moskvu sem að opna, þetta ofboðslega svona björt, dásamleg bygging, hún öll svona eins og þetta og gamla orkuverið sem keyrði Kreml sko byggt á keisaratímanum og nú Renzo Piano búin að endurgera þetta og þetta náttúrulega ykkur þetta svona svaka prójekt og náttúrulega sem betur fyrir ekki ríkið á baku þetta, heldur oligarkja baku þetta, það er alltaf allt eins og það er í Rússlandi og þá er ég að gera verk þar sem að ég bara heillaði svo að ég að bara fatta sko sögu Rússlands eins og það er núna að ég las bara grein sem bara sprengdi á mér hausinum sko bara því ég hef alltaf svo mikinn áhuga á popmenningu og að nútíma Rússland varð svo mikið til við að Santa Barbara byrjaði í sjónvarpinu bara 2 mánuðum eftir að Sovétríkin sko lögðu hrundu og þá kom þessi kjarnorkusprengja frá Bandaríkjunum inn í hausinu á öllum bara alltaf 8:30 öll kvöld bara kapitalismin í formi sápuóperunnar Santa Barbara og þetta geggjuð sápuópera og við Ása erum þetta bara að fara að endurgera hana með rússneskum leikurum á rússnesku og safnið verður bara allt brjálaðið við að það er bara upptökuver og þeim mér finnst alltaf svo rosa fallegt að því voru til og með alveg í leikhúsi og bíó það þegar verið að búa til bíómynd eða búa til eitthvað mér finnst það svo miklu áhugaverða heldur en resultatið þannig að í því tilveki er verkið sjálft bara það að við sem að búa þetta til þannig að það verða rússneski leikarar og bara þessi svona, við erum búin að gera einhverja pröfur á þessu og bara það að sjá rússneska leikara þykjast vera Bandaríkjamenn það bara fyrir mann sem er mitt á milli Moskva og Washington er bara eitthvað mjög áhugavert bara my brother Mason og og það svona já, það við erum og bara þetta kom líka út fyrir að rússar eru svo ábúðslega mikið sko hrifnir af endurgerð á orustum og ég er alltaf mjög hrifin af verkina Jeremy Deller þar sem hann var að endurgera kólanámu mótmæli 1980 eitthvað og þá er þetta verk í rauninu af því líka í öllum þessum nationalisma og hinn stóra hefnd rússa sem var Donald Trump og náttúrulega Donald Trump er eins og karakter úr Santa Barbara þeir hefndu með að senda karakter úr Santa Barbara og eyðileggja Bandaríkin þetta er mjög áhugavert bara ef maður fattar hvað mikilvæg er Santa Barbara í heiminum þá skilur maður nútíman þetta er bara svona ég er alveg gjörsamlega ruglaður á þessu Ragnar, þegar þú sko færð þessa hugmynd hún er svo megaloman sko þannig stundur listamenn tala megaloman ert að fara þangað? Já, ég er svolítið að vinna með það núna með megalomanina og ég hef alltaf hrifist mjög á Fitzgerald á myndinni sem er náttúrulega bíómynd megalomani og gerði í megalomani og mér finnst alltaf gaman þegar prófið eru svona Fitzgerald prófið sko, eins og þetta og hvernig er það með safnið í Moskvu þegar þú kemur inn með hugmyndina er það eitthvað til frásagnar eða var bara sagt þeim bara, list Ragnar, yes, trust in you nei, þau bara, bara kýlum á það þetta er þetta er mjög flókið pólitískt og bara, maður er að díla við mjög stóra hluti á mjög absúrt hátt og það var allir bara okkur ról, gerum þetta verður eitthvað fárlegt, en gerum þetta og það er líka mjög áhvert til dæmis hún sagði Katja Kupelina sem er aðal sýningarstjórinn hún sagði bara eitthvað Santa Barbara er svona orð, dóttir mín sem er 18 ára segir, það er bara orð í rússnesku núna yfir drama, bara ekkert að Santa Barbara þó að séu liðin 30 ár sko
Þetta verður magna. En, Já. en hérna, og gaman að aðeins að svona fá að sjá sko hvað framöndan hjá þér. En sko, hvernig hefur þessi COVID-tími verið? Gastu unnið meira og ert búin að vinna framfyrir því eitthvað eða svona? Ég þurfti bara aðalega að díla þess við megalomaníuna og svona þú veist þegar maður bara nei já, ég bara nota hann svona í alveg tala bara svona tíman, ég er bara búin að nota tíman til þess að eitthvað lifa sko að vera bara heima og vera ekki þú veist vera ekki alltaf með andan einhver staðar á undan sér á einhverju ferðalagi til einskis og og bara ég elska að bara summa tilveruna núna bara hálf kvíði fyrir að fara að díla við heiminn aftur. Já, og það gerist bara með því að ferðahömlum verður aflétt. Þá einhvern veginn, er þér ekki lengur til setin að boði? Jú, en samt náttúrulega líka bara heimurinn breyttur, þú veist, maður bara eitthvað, við getum bara summað þetta, það ekki? Núna getur maður sagt það, því að það er náttúrulega svo bara subbuskapur að vera alltaf að fljúga þetta til þess að fara á eitthvað svona listamannaspjöll. Já. Þú veist, til þess að, eða þú veist, fljúgandi, það er bara subbuskapur umhverfislega. Já, það verður ný samviska til í okkur. Já. Eða samvisku bit. Þú veist, við náðum bara náttúrulega að fatta að það er hægt að gera hlutinu öðruvísi. Sem er bara geggjað við þetta. Og náttúrulega, COVID er náttúrulega búið að vera, þú veist, eitthvað bara ótrúlega yndislegt tímabil hér á Íslandi með hvað þetta er búin með mikil viðbjóður allan heim. Já, þannig að við svona þú veist, maður bara alltaf hálf skamma sig þegar maður er að tala við fólk í útlöndum bara eitthvað, hvernig er þetta hjá ykkur? Maður bara Við viljum helst ekki tala um það. Já, þetta er bara svona skammalegt og þú veist, það er þessi svona eyju sérstaða sem að þú veist, svona fjarri heimsins víga slóð sem hefur, þú veist, gert okkur mjög heppin í þessari baráttu við þennan sjúkdóm. Já, ég er nú alveg, ég er að ágæra því að sé að sólin er farin að býta í þig og við ætlum að hafa þetta svona hálftíma, 40 mínútna spjall eða það er að verða klukktími frá því við byrjum. Mér langaði samt bara, Ragnar, eigum að leyfa kannski 2 spurningar. Er eitthvað sem að það gæti verið allir þessu flandir okkar alls konar að það gleymist eitthvað mjög mikilvægt sem að fólk brennur að fá að vita. En við verðum með, sko Ragnar ætlar að koma aftur þegar við erum búin að klára hefja þáttaupptökurnar í Moskvu, þá kemur aftur. Já, það ætla ég að vera með svona, það ætla ég að vera á Zoom frá Moskvu með svona Kreml í bakgrunn. Og þá verðum við með eitthvað svona, þá verður það svona spurningar, sko. Fólk sendir í spurningar og Ragnar getur svarað alls konar sem fólk getur eftir að spyrja. Það er svo Snorri Ásmundsson, láti Ragnar lesa vandann. Þetta verður nú fyrir kosningar, þannig að það getur verið að þú getur lagt eitthvað inn. Þetta var í september, en er eitthvað, það er nú hljóðbært, sko, þannig að ef það er eitthvað sem vil spyrja Ragnar, eitthvað spurningar sem hafa vaknað, eitthvað forvitni? Já, mér langar þá að spyrja eitt, þegar þegar þú málaðir málverk dag til dag, það fór svolítið að kalla á mig þegar þú varst að tala þetta, sko, að lífið er endurtekning og allt það. Og eins inn í það að lífið er endurtekning hefur eitthvað lesið Søren Kierkegaard sem skrifaði endurtekninguna. Ég byrjaði á henni. Mér fannst hún svo óþægilega bara, ég er mjög lélegur að lesa heimspeki ef ég að segja alveg svo En þú veist, ég ætla að fara að lesa endurtekninguna. Fattarna í síðasta kafla. Já, er það ekki? Ég ætla að drífa mig að fara að lesa þetta. Þetta er svo fárlegt að vera ekki búin að lesa bók. Ég veit þessi bók er náttúrulega bara grunnurinn að öllu sem maður er að bralla og Nietzsche og allt þetta, öll heimspekin, sko, en það er kannski eitthvað, það er eitthvað svona, já, það er bara, ég held að þetta sé svona, hvað heitir það, svona, eitthvað svona, kannski ekki alveg, gáfurnar eru ekki alveg nógu mikla stundum til þess að lesa heimspeki. Nei, þetta með endurtekninguna getur útskýrt það betur. Hvað varst að hugsa með að mála málverk dag til dag og kemur það inn í þessa hugsun? Já, það kom alltaf algjörlega í sjösun að láta málverkið verða eins og bara white noise, þú veist, að bara breyta þessu, þú veist, þessu svona göfuga fyrirbæri málverki og þú veist, og ég hugsaði líka, þú veist,
þá var ég rosa mikið að hugsa svona þú veist, þennan svona karllæga svona málarakarakter, þú veist, að vera bara alltaf fullur að mála, reykja fullur að mála og vera, þú veist, mér fannst það eitthvað, mér fannst bara gaman að vinna með þá klísju í því verki. Og þú veist, og Páll Haukur Björnsson sem var með mér, hann var, þú veist, þú veist, alltaf á sundskýlunni, alla daga málaður og svo, þú veist, það verk náttúrulega bara eins og þetta Santa Barbara verk, þú veist, það snýst svo mikið að gera hlutin frekar en hlutin sjálfan. Og það bara svo, núna þetta verk í safni á Ítalíu, en sko ég man alveg bara því ég hringdi í ömmu minna og var að spyrja, þú veist, þegar þetta var, þú veist, það var komið fram í október og verkefnið lauk í nóvember, ég bara, hvað ætti ég að gera við öll þessi málverk, amma? Já, þú ætlum að vera samkvæmur sjálf við þig, Ragnar minn, þá verður það að brenna þau. Þannig að, þú veist, 144 verk. Já. Eða, þú veist, og þannig að það sko, endurtegningin gerði þetta bara í rauninni alltaf að sömu situasjóni. Þetta snýr svo mikið þú veist, sem áhorfandi kemur inn í þá situasjón, bara svona einhver svona, þú veist, hugmyndum bóhemíu, bara það eru einhverju sem eru alltaf fullir að mála, svona kall að mála annan kall, og þeir eru fullir og reykjandi að tala konur. Þú veist, Stereótýpa. það er bara svona stereótýpa frá helviti, sko. Og við tókum hana alla leið og þú veist, og já. Hver á það? Ég held að þetta sé bara, þetta er sölu. Já, þetta er sölu. Það er í eigu, sko, þú veist, það er í eigu einhverja kolleksjóna, en þú veist, þetta eintak er bara í rauninni frá, þú veist, er bara svona sýningareintak frá mínu stúdíói. Það er ótrúlega hvað þetta plata fólk til að kaupa. Já, og þú veist, og stundum eru verkin, þú veist, tekin, þú veist, fengin sem þú veist, bara sem lán eða eitthvað slíkt. Já. Já, gaman að segja bara frá því að ég get nú bara upplýsta hér með að Listasafn Íslands ádvaldaverkum eftir Ragnar og svona ólík. Við eigum til dæmis lykilverk sem heitir Stúka Hitlers og Ragnar gerði 2007 eða 6, maður það ekki. Já, 2006 eða 7, já. Og svo eigum við nokkuð vídeoverk, það er að segja við eigum Guð og við eigum kolonisering. Já. Það er þau eru til í nokkrum útgáfum og við eigum ekki þetta verk en verkin eru alltaf gerði í nokkrum útgáfum. Já, eða nokkrum inntökum. Hvað hefur meira eftir Ragnar? Við þurfum endilega að fara að kaupa meira, það ekki? Nei, þetta er alveg nóg. Halda, ég var ekki búin að sjá þetta. Scandinavian Pain, þetta læt ég. Já. Í tíð Halldórs þá er það keypt og Stúka Hitlers. Ég ætla þó nú ekki að fara með að söga því að þá unnum við saman og ég var og ég misti þetta aldrei trúna og ég að segja þá litlu sögu þegar að Halldór ákveður að kaupa Stúka Hitlers og ég sagði Halldór, ég veit að mannst þetta ekki en verkið var sett upp í Hafnarhúsinu og Helgi Björns hafði alltaf opna þetta veitingastæði ekki út í Berlín eða hvernig var þetta með? Jú, þetta verkið var mjög mikið bara fáranleika sögunar þú veist, að öllum þú veist, að bara þetta er rétt fyrir hrun þegar bara allt þegar Íslendingar áttu allt og ömmu þeirra allan heim og Helgi Björns átti eitthvað gamalt nasistarleikhús í Berlín þú veist, þetta var bara heimurinn var svo tilveran á Íslandi var svo fáranleg sko og þetta verk var mjög mikið það eitthvað svona, þú veist, harmur heimsögunar mæti því bara eitthvað, þú veist, ekki allir sexy búin að kaupa og þannig að þannig að verkið bara, þú veist, ég bara hringdi Helga Björnsson út með Stúku Hitlers. Já, og þú ætlaðir það var svona yin og yang. Þú bjargar því, þú varst í rauninni bara eins og Lord Elgin eða eitthvað sko, ég meina kannski seinna verður þín minnst fyrir að ekki fyrir að bjarga Stúku Hitlers, vonandi ekki sko.
En það sem að þú ætlaðir að gera manni, þú sagðir að þú ætlaðir að byggja hann upp aftur og það var það sem ég beði eftir, þannig þegar Halldór segir, já, heyrðu, ég er að kaupa verkið. Sko það var, þá var ég svo, eitthvað svona, sagði bara, býttu, hann sagðist alltaf byggja og svo bara... Þetta að ég ætla að byggja hann upp aftur, þú félst í Gildruna sem var svona PR-stönd hjá Daniel Björnssoni, sýningarstjóra. Svo ljósar. Til þess að, þú veist, það var eitthvað svona, ég bara ætlaði að gera eitthvað verk úr þessu drasli sem að þessari ílsku veðarhrúgu, þú veist, og bara þessi veðarhrúgu það sem þessi versti maður mannkynnssögunar hafði notið skemmtunar í, og þetta svo klikkað eitthvað. Og þú veist, ég ætlaði að gera eitthvað með hana og svo, þú veist, eitthvað í katalógnu stóð bara, ég ætlaði kannski að endurbyggja hana og gera þetta eitthvað performance space eða eitthvað. Og svo bara var ég ákveði að ég ætla bara að hafa þetta bara svona eins og hrúgu. Þá var Danni bara, heyrðu, skulum gera svona blaðamannafund þar sem þú segist hafa gefist upp fyrir efninu og ætlar ekki að byggja hana. Og þetta virkaði, það kom fullt af pressu þetta. Og mér sé ekki grínað sér í spaugstofun og allt. Já, já. Þannig að þarna félst ég ætla að rétta Halldór, ég bara sá þig ekki og ég var svo einbeitt að með voru að tala saman en að því við erum í upptöku þá er svo gott að þú talar í Það sem að braut allar varnir mínar sko ef að þær hafa verið einhverjar eitthvað svona múðstand eða einhver mótstaða við að festa kaupa þessu verki. Það var þegar við komum í Hafnarfjörðinn og fórum inn í bygginguna þar sem verkið var sem satt í bunga eða eins og hráviði og þá sagðir þú, já, mér finnst þetta alveg spes staður fyrir þetta verk því að þetta eins og Stúka Hitlers svona eins og draumur Hassós sem ætlaði að setja upp bílaleigu. Þetta var gamla Hassó bílaleigan. Já, þetta var nefnilega gamla Hassó bílaleigan og þegar þú sagðir og eins og hann fór svo kyrfilega koll með þessari hugmynd sinni, þá fór Hitler koll með stúkunni. Já, og stúkan alltaf og þú veist, mér finnst það vera líka svo mikið þú veist, áhorfandan, þú veist, hvað er passífur áhorfandi, þú veist, þetta þú veist, í þessu efni var, þú veist, þessi mest gerandi mannkynssögunar áhorfandi. Mér finnst þetta eitthvað líka svo áhugavert við þetta og þú veist, og náttúrulega líka bara að því að, þú veist, öll mín verk byggjast rosa mikið á hugmyndinum rómantík. En þú veist, en við verum alltaf að muna að, þú veist, að rómantík þú veist, bara listform ílskunar og þú veist og þessi þrá eftir fegurð, þess vegna finnst mér líka heimsfilósofi að þessi þrá eftir fegurð svo hættuleg og þú veist, og náttúrulega bara nasistarnir þú veist, þetta voru alltaf listamenn þess vegna fæ ég alltaf bara hroll þegar fólk talar að listamenn eiga bara stjórna, þeir vita nú alveg hvernig á að stjórna þau veit listamenn ekkert góðir frekar en aðrir hann nú En þú var ekki búið að segja stúkuna að náttúrulega eins og þú nefnir rómantíkina, þetta náttúrulega svo þetta svona eins og ísinn í verki Caspar David Friedrich. Já. Þessa frægasta verks þýskra rómantíkur. Já, var náttúrulega dálítið svona, því ég sá þessa hrúgu þá myndi hún mig á það Af því að rannsóknarskipið í Hoffnung eða Vodin. Já. Hún brotnaði Hún brotnaði, já. Þetta nú bara einu margra mynda af þessu spýtna braki. Já. Sem nú með eftirsóttustu verkum Listasafns Íslands á sýningar erlendis, þannig að ég upplýsi það líka. En þetta alltaf svona, þetta mjög svona problematist verk, að sína, og við sýndum þetta í Þýskalandi og það, þú veist, bara af hverju maður að, þú veist, upphefja efni sem að, þú veist, þessi manneskja, þú veist, kom nálagt og, þið veitir, þú veist, það bara, stundum maður sem listamaður maður bara, mann finnst eitthvað geggjað áhugavert af því að það óþægilegt og af því að það þú veist, maður ætti ekki að vera fykt í því. Það bara, það alltaf svona oft gegnum gangandi og þú veist,
Já, Ég haldur viltu, er eitthvað... Ég ætla bara að... Já, en hérna, við datt bara einna helst í hug, þessi gríðarlega flotta, sko, þessi samsvörun orðana við svo myndina, sko, skipbrot vonarinnar eftir Caspar David Friedrich, sem var auðvitað skipbrot vona Hitlers heimsri yfirráð og og að rannsóknarskipið vonin skyldi brotna öll í spón á ísnum og þess vegna fannst mér svo merkilegt að það var fólk með mér þegar sem sá sko Scandinavian Pain og ég sagði og hafði eftir þér, minn kæri, að þú hefðir sagt mér að Scandinavian Pain væri í rauninni Scandinavian Painting en endin á painting hefði óvart hrunið af flöðunni og eftir stóð Pain. Þetta var bara ég og Gunnhildur vinkonur minn stálast til þess að tússa, þetta var einhver Carnegie sýningu sem var hérna. Við stálast til þess að tússa yfir ting. Það er sem sagt ekkert að marka þig. Jæja, en þetta verður svona við munum ekkert klippa þetta mikið, þetta spjall, en það verður aðgengilegt. Ég segi klippa ekki mikið vegna þess að það er líka eitt í þessu að Death is Elsewhere er tekið upp, þetta var pröfutakan sem við tókuð. Já. Alveg svo, og er svona tekið upp í rauninni bara án klippingar, er það ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er allt saman án klippingar. Eins og Visitor og allt það sem þú gerir nánast í vídeóm. Það byrjaði á sko, þú veist, þessar leti að nenni ekki að, þú veist, það var svo mikið vesen að fara í klippið aðstöður nýr í myndlistaskóla. Þarna heyrðu við. Það fór maður að letin er oft móðir margs. Já, og ekki að setja upp stúkuna og allt þetta. En við erum sem sagt í rauninni búin að, Ragnar er búin að afhjúpa sig í dag með okkur og mér langar bara að þakka þér enn og aftur fyrir bara skemmtilega stund. Ég naut hennar mjög. Ég var svona dálítið, vissi ekki alveg hvernig það virka að tala verk sem er svo í gangi niðri en þetta er alltaf bara dæmigert risaverk eftir Ragnar, eitt af þeim. Þetta er svona risaverk en mér er samt svo gaman hvað þetta er sko, þetta er svona... Einhver látið það. Þetta er mjög rólegt verk sko, það er mjög lítið læti í þessu verki. Já, og mjög ánægilegt að sýna það hér á Íslandi og í sumar, yfir sumarnóttina og fram á haust, þannig að ég bara bið ykkur að koma sem oftast. Það er smá narratífa í verkinu, ég þorði nú ekki að segja hvað það er nú. Já, það er ein velun, þið horfið ógeðslega lengi þá sjáu þið tvíburasysturnar að fara að pissa í stereo. Það er eina sem gerist. Og þá var það hér með sagt. Þakkar Ragnar fyrir þetta spjall. Ég vona að þið hafið orðið mikils vísari og skemmt ykkur. Og ég vil endilega vekja athygli á því að það verða fleiri viðburðir í tengslu við þessa sýningu á næstu mánuðum, þannig að þið fylgist með á heimasíðun okkar og á Facebook og svo eru bæklingar líka. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Gaman að sjá. Takk kærlega fyrir komuna.